Ágætu vinir, góðan daginn. Við erum mætt til leiks til að heyra hvað Drottinn vill segja við okkur í dag og þekkjum hann af því einu að tala eitthvað og segja eitthvað og allt verður þetta nú til uppbyggingar og styrks okkur sem að trúum og það er það sem við erum að gera hér, það er að styrkja trún okkar. Svo sem hægt að gera það með, þú styrkir náttúrulega ekki trúna nema bara í gegnum Drottni sjálfan því að trúin talar við hann og trúin tekur við svari frá honum og svoleiðis er þetta. Við tökum ekki við trúnni eða skilaboðum frá Drottni í gegnum holdið okkar. Það er bara lok og læs þeim megin og þess vegna þurfum við að opna gáttirnar sem trúin gaf okkur og hún veitir þessu til okkar eins og á að gera því hún fer rétta boðleið í þessu öllu saman og það er það sem við erum að gera, sækjast eftir og viljum vera í, það er að þetta sé allt saman samkvæmt réttri boðleið og við höfum svo sliðirnar, við þekkjum aðferðina. Við erum þokkalega að okkur í Biblíunni og svona veltum henni svolítið fyrir okkur og reynum að hafa auðvitað réttan skilning á því hvað hún er að segja. Og hann kemur með tímanum. Aðalatriðið er bara að leyfa Drottni að eiga stundina sem við notum og við leyfum honum bara að ráða hvernig orðin eru sögð og við höfum svo sem líka góða reynsla því að það er bara gott eitt sem kemur þegar hann opnar munn sinn. Hann er ekki bendandi fingur, ég geti verið það. Hann er ekki ásakandi Guð, ég geti verið það. En ég er ekki Guð, þannig að þú hefur þakkarefni. Ég er ekki Guð, en ég þjóna Jesú sem er allt annað mál. Og ég lít vilja hans, ég opna fyrir trúna til hans, ég vil að þessi trekt sé bara víð og breið og falleg og taki allt sem að hún á að taka, það byggir mig upp og það byggir þig upp af því að þú ert að hlusta, þannig að við göngum í takt og kunnum því bara ágætlega. Kunnum ágætlega við það að ganga saman í takt og hann er sá sem slær taktinn, Drottinn sjálfur. Hann er allt í öllu. Og þess vegna hlustum við á hann, hlustum við eftir því sem hann vill og okkur eru allir vegi færir. Finnst okkur þetta vera einföldun á lífinu? Ég veist svo sem ekki hvað mönnum finnst, en mér finnst það ekki vera nein einföldun á lífinu að tala með þessum hætti. Lífið er stundum flókið, en ég er nú þeirra skoðunar það sé nú vegna þess að við séum að gera það fullflókið. Við erum að hætt mikið að sjá þetta einfalda, þetta góða og einföldu lausnirnar, við erum ekki, kannski of sjaldan með þær uppi. Og að því að við erum fólk, þá eigum við það til að flækja þetta allt saman fyrir okkur fram og tilbaka. Og verður alveg gríðarlegt vandamál af einni lítilli flís til að byrja með. Svo það orðið alveg að ég veit ekki hverju, stórum skógi sem við ætlum ekki að rata í gegnum einu sinni. Við erum manneskjur sem flækjum ýmislegt fyrir okkur. En Drottinn segir alltaf við mig, hafðu þetta bara einfalt. Og þetta er einfalt eða ekki, að bara við opnum á trúna og setjum upp trektina. Við veitum að trekt er svona gátt, töluvert gátt. Við hellum í trekt og þá fer ekkert framjá og svo kemur stútur niður úr trektinni og það er bara
beint í hjarta mitt, þannig að það kemur allt bara eins og á að koma þangað. Þetta er ekki flókin aðferð, en þetta er alveg pottþétt aðferð. Og ég kann vel við óflóknar aðferðir sem þó eru alveg pottþéttar. Og það hef ég nú lært gegnum tíðina og líka auðvitað í trúnni, að það er þetta einfalda sem lifir allt af sér. Svo til dæmis tónlist. Hvað er það sem að lifir helst af henni? Það er þessi einfalda, fallega laglína, er það ekki? Í minni bók, jú. Og hvað er það sem að hrífur mann og helst við mann? Það er þessi einfaldi tónn, en ekki endilega flækjurnar. Þær geta verið ágættar allt saman það. En þessi einfaldi tónn, hann einhvern veginn helst við mann. Og við heimfærum þetta á trúna og svo reynum við að halda í þennan einfaldleika sem trúin vill að við notum. Og þá sjáum við það að trúin er ekkert svo flókin. Og þá sjáum við það líka að lífið þarf heldur ekkert að vera neitt rosalega flókið. Og það er þetta að venja sig á margt. Við höfum 2 fætur og það er bara alls ekkert slæmt að vera með þær báðar bundnar við jörðina. Það hefur hjálpað mörgum. En einnig það getur vafist svakalega fyrir mönnum. Og þeir setja upp alls konar og byrja svo að kvarta þessi lifandi sóskup. Þetta sé nú allt saman þungt. En svo komast þeir upp úr þessu farisínu, því að þetta er náttúrulega lífið er bara í eintómum sveiflum. Og þá byrjar þessi einfaldleiki aftur að virka í lífinu. Og þá líður okkur miklu betur. Og svo förum við að læra náttúrulega af þessu alveg aftur og bak og áfram. Og svo kemur inn í þetta merkilegur aginn sem fær okkur til að gera svo margt. Það er í aganum sem við höldum reglurnar. Og reglurnar er ekki bara að því bara. Þær eru þarna til að einfalda lífið. En án agans þá virkar ekki neitt. Þú agar þig undir það að koma til fundar við Jesú. Sért ekki agaðir þinn í trú, þá er trúin þér harla lítils virði í raun og veru. Þá er hún bara hipsum haps eins og sagt er. En þannig var trúnni ekki ætlað að virka. Henni var aldrei ætlað að virka bara hipsum haps. Heldur vera það sem henni er ætlað að vera einhvað sem Kristur kom til að gera, og það er ekki flókið. Er það flókið þessi orð sem að segir að við skulum elska hverjir aðra? Er það flókið? Það er ekki flókið. En er erfitt að framkvæma? Það getur verið erfitt. Af hverju? Af því ég er eins og ég er. Ég er að draga upp alls konar af þessu. Svo kemst ég niður á plan Drottins og þá elska ég alla. Þannig kemur aginn til skjalana sem trúin vill fá að nota. Þá elska ég alla menn oftar. Aginn þarf að vera með. Það sem enginn er aginn, það er bara glundroði. Ég held að mönnum leiðist í glundroðunum. Og glundroði getur náttúrulega einkennt líf fólks, bara einstaklings.
Og glundroði getur líka merkt kannski heilan vinnustað. En það er ekki vinnustaður sem er komin til að vera. Verður ekki tekið á málinu, mun sá vinnustaður líða undir lok. Glundroðin er ekki negldur niður með góðum nöglum. En það aftur á móti er aginn. Þess vegna þurfum við að temjast og venjast við agan öllum stundum. Er þessi maður þó agaður? Að nokkru leyti já, en ekki að öllu leyti. Og var að aginn honum erfiður, hvort hann var. Ég þurfti mikið að hafa fyrir honum. Ég þurfti að berja mig til hlýðni, já, á sömu sviðum. En þetta vannst allt. Svo því að aginn er orðin það grópaður í hjartað, þá einhvern veginn bara tekur hann yfir. Og í dag er sumt af þessu ekkert mál, en annað er erfiðara, ennþá. Þó maður láti ekki undan. Það er aginn líka. Það er vegna þess að aginn fekk að vinna sína vinnu. Þá gerist þetta hjá fólki. Og við sem eigum trú á Jesú getum nota trúna sem vil taka utan þessi mál. Vissir það? Nú veistu það. Þetta er bara borðleggjandi dæmi. Þannig að við getum bætt lífið okkar alveg fram og tilbaka. En einhver staðar verðum við að byrja. Við verðum einhver staðar að byrja. Við getum ekki látið allt danka bara eins og hefur verið. Það dankar að því við byrjum aldrei á verkinu. Uppbygging til að mynda, hún byrjar á því að þú ferð í einhvað ákveðið dæmi og þú byrjar að lagfæra það. Uppbygging, hversu hún er, tekur tíma. Uppbyggingin getur tekið mörg ár. En það var hafist handa og einhvern veginn er verkið farið af stað. Þannig er með líf mannsins. Þú þarft að byrja einhvers staðar. Byrjaðu til að mynda á því sem þér finnst létt. Venduðu við það að gera það sem þér er létt. Og svo getur þú þyngt róðurinn eftir því sem að þú nær betri tökum á þessu. En byrjaðu. Láttu þig hafa það. Það er reynsla allra sem hafa náð eitthvað að þeir byrjuðu. Þetta er trúin að tala til okkar kæru vinir sem eigum til trú. Trúin vill ekki að ég sé agalaus manneskja. Trúin vill ekki að það sé tómur glundroði í kringum mig. Það er að óvirða sína trú ef svo er. Og hvað gerum við? Tökum okkur taki, það heitir það víst. Það er það víst. Og allir geta gert það, hvort sem er ég eða þú. Við erum manneskjur, hæfileika fólk, það er ekki spurning. En þurfum svona að vakna, hrista okkur svolítið til og hefjast handa. Ég bendi auðvitað á Jesú Krist því að ég þekki hann mjög vel og hann hefur reynst mér mjög vel og ég veit að hann mun líka reynast þér vel, en ekkert kannski betur en mér, en eins vel. Hann er leiðin. Viljum við fara þá leið? Ég veit það ekki. Ég vil allavega ekki fara neina aðra leið. Svo mikið veit ég. Þetta get ég að þessu leyti bara tala fyrir mig sjálfan. En að því ég veit ekki hvað ég er búin að tala lengi, þá segjum við bara loki núna, við gerum eitthvað meira af þessu.